Аваннамут угиорманна сиуллеq ааллартиппоq угиортаами пиллуаритси исигиннаарлуарисилу ааллагаатитсинитсинни нуумми фильм workshoppi нутаақ аммаққаммерсоқ алаккассаварпут ислаанними юуллилернерани илеққуусартут нерисассаллу пиллугит аамма такусақассаагут угиор 2019 ааллартиппоq амерласууллу тимерсорнеруллутик ааллартиттарпут Á aðvendunni hlaupum við búða á milli í leita henni fullkomnu gjöf, stærstu steikinni, besta jólabjórnum, skærustu jólaseríunni, sætasta jólakonfektinu og svo mætti lengi telja. Öll viljum við jú geta haldið jólin sem hátíðlegust og haft það sem notalegast í faðmi fjölskyldunar jólin. Raunin þó sú að það ekki allir sem geta leyft sér þennan munað jólana. Ekki frekar en nokkur annan munað hina daga ársins. Hér ætlum við því að staldra aðeins við og minna okkur á að allur þessi munaður ekki sjálfsagður hlutur. Það auðvitað bæði efnislegt sem fólk skortir oft, mat og gjafir og slíkt. Margir finna ofsalega fyrir því, það náttúrulega svolítið kröfur í samfélaginu. Fyrir jólin á maður að fara á tónleika og maður á að fara á alls konar viðburði, jólahlaðborð gjarnan og svona. Og það gríðarlegu kostnaður að fara á svoleiðis. Og það svona þessar samfélagslegu kröfur kannski sem fólk helst getur ekki uppfyllt. En svo líka bara svo mikil einmanleiki. Það svo mikil félagsleg fátækt. Margir einstæðingar og sem kvíða gjarnan jólunum eða hafa engan til þess að deila þeim með. Inn á milli í jólaösinni leynist hjálpræðisherinn með baukinn sinn. En hvernig skildi jólasöfnunin hafa farið á stað í ár? Söfnunin hún fór allavega ofsalega vel á stað þetta árið. Og sem þetta ofsalega mikilvægt fyrir okkur í hjálpræðishernum því að þetta stendur undir okkar velferðarstarfi sem ekki bara, þó það sé nú kannski mest áberandi núna fyrir jólin, þá það alls ekki bara bundið við akkurat þennan árstíma. Þannig að peningurinn hann nýttur hina mánuðina? Já, það allt árið sem að fólk í neyð og þetta velferðarsjóðurinn sem við söfnum í hérna og notum þetta allt árið til þess að hjálpa fólki hérna á Eyjafjarðarsvæðinu. Og það engin kostnaður sem að tekin af þessum sjóði. Þannig að þetta 100 kallinn sem þú setur í pottinn, hann fer í hjálparstarfið. Og það ýmislegt að vera hérna hjá okkur í desember. Já, það nú alltaf nóg að vera, en það breytist svo lítið svona í aðdraganda jólana. Núna jólaaðstoðin í fullum gangi, það sem sagt samstarf hjálpræðishersins og það hjálparstarf kirkjunnar, Rauði krossinn og Mæðrastyrksnefnd. Við erum í samstarfi núna og úthlutunin núna bara í dag og á morgun og það þessi svona hefðbundna jólaúthlutun þar sem fólk að fá aðstoð með jólamat og slíkt. Og svo núna í vikunni verður líka úthlutun upp í Hertex, nytjamarkaðnum okkar. Og svo erum við náttúrulega með svona auka verkefni sem til dæmis það að við erum í samstarfi við hjálpræðisherinn í Núk og sendum þangað, höfum gert árlega núna í nokkur ár, sendum þangað kassa fullan af ull. Það lopapavörur, húfur, peysur, vettlingar og svo framvegis. Við kvörtum undan köldum og snjóþungum dögum hérna á Akureyri þessa dagana en ég held að við höfum kannski ekki að kvarta svo mikið með þá sem eru illa staddir og búa á Grænlandi. Og það munar hvert einasta stykki og við erum bæði að senda þar vörur sem eru prjónaðar sérstaklega í það verkefni og eins erum við að senda vörur sem koma inn í nytjamarkaðinn hjá okkur sem við metum að nýtist betur ef við sendum þar út heldur en ef við seljum þar í markaðnum hjá okkur. Af hverju Grænland þörfin þar fyrir aðstoð mikil? Já, það kemur óvart hvað eru margir heimilislausir á Grænlandi. Þar hjálpræðisherinn hann með þessu einhvern Viljámskaffi. Þar kemur fólk að fara að borða. Þetta 5 daga í viku og þannig erum við að tala kjarnmiklar máltíðar. Og þeir sem að þarna koma hafa ekki fasta búsetu eða fastan stað til að sofa á. Þannig að þeir útvega sér pláss fyrir skrokkinn á sér í geymslum jafnvel eða hitakompum eða hvar sem og borga það dýruverði. Þannig að við ákváðum þá að íslenska ullin væri nú eitthvað sem við getum lagt til og hjálpa þeim sem að starfa við þetta út í Grænlandi. Og það bara kærkomið að gera það. Þannig að þetta raunverulega bara fyrir okkur vinna að safna þessu saman, pakka þessu og koma þessu út.
Það eina fyrirhöfn í okkur. En það eru síðan akureyringar og nærsveitamenn sem að prjóna og gefa í þetta. Það þeim að þakka að við getum gert þetta. Þegar maður talar svona hjálparstarf sem fer til útlanda, þá kannski Grænland ekki, eða svona okkar næstu nágrannar, ekki þeir fyrstu sem okkur dettur í hug. Það eitthvað sem töluvert lengra í burtu sem manni dettur kannski frekar í hug. Mörg hver eru að vandræðast með að finna gjafir handa þeim sem eiga allt og ekkert vantar. Munum þá að það eru til þeir sem ekkert eiga og vantar flest. Þeim getum við líka gefið gjöf. Jólin snúast jú ást og kærleika, gjafmildi og vera góðu hvort annað, ekki satt. Það hljómar eins og einhver voðaleg klisja, en þetta bara klisja vegna þess að það satt, að margt smátt gerir eitt stórt. Og ég meina, það eru mörg þúsund manns hér í bæjarfélaginu og ekki allir sem þurfa á aðstoð að halda. En ef það eru margir sem geta aðstoð þó ekki sínum að lítið, þá það safnast þegar saman kemur og munar slíkt. Það felst í því mannlega reisn að geta haft ísug á. Og það er jólagjöfun sem við hinn getum gefið öllum hinnum sem ekki hafa þetta. Það er matur og það er fatnaður og það er að geta haldið jól og það er mannlega reisn í því fólki. Og þá finnur fólk að það er einhvers virði. Þetta er mjög mikilvægt að við sem samfélag stöndum upp og við látum ekki nágrann okkar þjást. Í alvöru talað. Þetta er bara jólagjöfin í ár. Sunalunni tulineq piarersarfiusarpoq. Aamma TV-kut ilangutassiusagaanni atortut piarersarneqaqqaartussaaput. Uanilu ilangutassiarinniagarput aamma ukununga atortunut tassa filmiliutinut qullarnut allanullu tungalluinnarpoq. Nunattinnimi aalasuliat atorlugit sullivik tuluttut atserneqarsimasoq film workshop nuummi ammaqqammerpoq pikkorisaanerillu siulliit aallarteruttorput массакку ингерлатериорпарпут имаатто исумассарсиорна оқалуттуалиормиссаму оқалуттуассаму исумассарсиорна brainstorming ипая таавтаакку исумассарсиасуму ингерласинаанерсқанумеқарсинаанерсут массакку аққарториорпа илаатигу фильмик вакаарви такусарпакка Filmiliortartoq Mark Fusing Rosbach maani aalasuliat atorlugit sullivimmi siullersaalluni pikkorissaawoq ukualu pikkorissartut ulluni arfinerpingasuni ilinniartinneqarput пигаартиннерпаавара соорлу наммина соқутингисамини соорлу ингерланниссаану иликкаагарпата соорлу қано ингерлассиннааппан униттоорма қано ингерлариаққиссуунга ила аққутингисассаагами соорлу мисилиттаангиннааваллуни имминуссунгисааннааваллуни соорунналими ингерлаангиннаавинана кисианни соқутингигаанни нуаннарисақ аллату ингерланнеқарсиннаангинами сунгиусарлугу тас питтаанерпаасуаннертаана тааннарта иликкартиккусуллугу уку амсамивакка Mark Fusing Rosbach 23-innernik ukioqaraluarluni filmilioriaatsit nutaanerusut atorlugit sulineq misilittiaqarfigillu alererpaa soorlu una filmilia tarrattanunaanni naqqaniit tamarluinnaat nammineq suliaraa sullarineralu pillugu arlaleriarluni nersornaaserneqartareerpoq taamaattumik filmiliusatilluni pilersaarusiorluarsimanissaq nalungilluarpaa аллартииннарсинаангалагун фильмилиорусуппунга тауниттусса кися пиарерсаарниссаа тама пиарутеқарторюссууго ингамми ангорусутақараанни малунноқариартуутеқарусуккаанни пиарутеқарторюп пиарерсақармassa Film workshop bib siunissami filmiliorusuttunut ikiuttarnissaa siunertaavoq filmiliorusutut aningaasatigut ikiorneqanngikkaluarlutik filmiliortartunik misilittagalinnit avitteqateqarsinnaassaput ikiorneqarsinnaasallutillu sunniuta annertooriussuusarpun taamaasiornermi soorlu ассерсуутигиннарлугу оқалуттуалиорма аллатторукку таа арлааннассиуссинаавара атуартилаарлугу
taakkutakutissua sorlippittaanerusinaanерsun taak ikioqataa iluaqutaaruissuartarpu taamaanneri so suliat kritiserilaarlungin taappitaanerpaanguniarlu Filmmilionermik pikkorissaqataasut ilagaat Thomas Frederiksen. Marki pikkigisariakkuuanga filmmiliortartor nutaaliortor taava Facebook-siilia iserfigivara laikerlugu arlaan uaam pissarsufigisinnaagakku assiliarnaartungaatigut taasunaaf film workshop-pertoqilerso taa allafigivara peqataarusulluga Paasisaqarluareerporlu filmmiliorner suna imarissanera nipi taavalu takua pineruupingas Filmmilionermik pikkorissartitisup filmworkshopitaaq siunissami sunniuteqarluarsinnaasasuq qularingilaha nalungilasunniuteqangaatiartussaaso filmiliortartunuinnaangatto kalaallinnaaniinnaangatto ukuama soorpilersikkusullungin nunatasila taanu suleqateqarnerunissa taanaama passuangatuaatiнгулуақутаангаатсиассоо аамауку сиунissami filmiliortalertussan таакку илуақутингаатсиарсинааваан массакку периарфиссақалерами икиорнеқарниссаминна Biasimobut. Hvað sem hverjum kann að þykja lyktina, þá skatan ómissandi partur af jólahaldi okkar Íslendinga. Í Fiskkompani, sælkeraverslun á Akureyri, skatan komin í hús, já og jólin með. Þetta alltaf að auka sko. Ætli ég sé ekki að slá í 1,5 tonn núna á skötu. Og hún öll eins eða þetta mismunandi típur af skötu? Þegar við erum að skera skötuna, þá náttúrulega erum við að skera hana mismunandi, það eru börðin og svo erum við að skera líka í svona sérvalda bita, þykka stóra bita og þetta stórskatan og hún jafnframt líka sölduð. Það svona fyrir þá sem að kannski vilja ekki hafa hana of kæsta, saltið dregur aðeins úr. Þannig að við erum að salta og bjóða upp á það en svo náttúrulega tindabekkjan, hún baneitri kvikindi. Hvernig svo skatan best? Hún náttúrulega langt best með vestfiskum hnoðmör og stappa með kartöflum og sett vel af því yfir. En hamsatólkurinn langvinsalastur, hér allavega á Akureyri yfir skötuna og fólk að borða hamsatólkin yfir og svo það náttúrulega með saltfiskin með og annað sem tilheyrir. Þannig að það ekki bara skatan, fólk að að kaupa alls konar annan fisk með þessu líka og bjóða upp á? Já. Það að taka mikið saltfisk og plokkfisk og svo það með síld og rúbrauð og síld með. Þannig að þetta verður svolítið svona hlaðborð þar sem að fjölskyldunar að hittast, ekki bara þeir sem í skötunni. Þó að þeir sem borða ekki skötu eiga stundum erfitt með að borða matinn sinn í skötulyktinni. En þetta bara tilheyrir og þetta svo gaman og ég segja fyrir mitt leyti, ég gæti ekki sleppt skötunni, mér finnst það bara æði, ég alin upp við þetta og held þessu áfram. Þú nefnir skötu lyktina, eitthvað hægt að hafa að opna verslun á meðan það verið að skera hana? Já, við náttúrulega reynum eins og sér verkunin á bakvið að hún ekki stór og hún náttúrulega mjög nálægt búðinni. Þannig að við erum að skera hana og preppa hana og græja bara þegar búðin lokuð í raun og veru, annarkvort strax fyrst á mótnana eða þá helgar sko, áður en hún opnar. Nú heyrum að menn tala að það sé ekki alvöru skatan ef hún sé vel kæst. Það svoleiðis? Já, það alltaf til þessi menn sem vilja fá hann alltaf ekstra sterka sko, þannig ég meina sumir segja þeir bara líka við að vilja slímhúðin sko bara losni frá og allt saman þeir að borða skötuna sko. Þannig að, þetta fylgir þessu. Þannig að það mikil kunst á bakvið að borða þetta líka, slímhúðin losnar upp og alls konar æfingar. Já, það var áður fyrir alltaf mælkvarði því ef þú fórst að gráta
þá var hún sterk sko. En það er bara því sterkar sem hún því betri hún í rauninni. Þeir sem eru skötu unnendur. En svo eru þeir sem eru að byrja að borða skötu, þeir vilja hana minna kæsta og komast upp á lag með það og fara þá í sterkara næsta ári og svo framvegis. Þannig að fólk lærir kannski að borða skötu líka, það sem hefðir fyrir sko. En hvað með að elda skötuna? Það mikil kunst líka? Nei, það engin kunst þar á bakvið. Maður að sjóða skötu allt frá 10 mínútum og upp í 20-25 mínútur. Það svona, ég sjálf myndi sjóða hana bara í 10-15 mínútur, það bil. En mjög margir að setja hana ofan í og leyfa henni bara malla ofan í klukkutíma sko. En það bara einhver hefð sem að fólk tekur til sín sko. Það þó meir en bara skata á Bóstólnum í desember og yfir hátíðarnar. Fram í verslun eru allskyns kræsingar og fólk að versla sér í jólamatinn. En hver skildi jólasteikin í ár vera? Eru við föst í gömlu vana eða eru við tilbúin að breyta til og prófa eitthvað nýtt? Já, það að prófa Wellingtonið hjá okkur. Svo erum við með Wellingtonið verður í jólaáramóti og mjög vinsælt og hefur aukist núna alltaf hjá okkur. Svo nýtt hjá okkur sem léttreykt lambasteik sem mjög auðvelt að elda og þægilegt og kemur í rauninni kannski svolítið fyrir lambahryggjinn, léttreykta lambahryggjinn. Þannig að það svona nýtt líka. En Wellingtonið klárlega það sem að fólk að sækjast í þessa nýjunga. Það alveg klárlega sko. Sjáu þið mun á kynslóðunum þar? Þetta yngra fólki sem viljur til þess að prófa nýjungarnar? Nei, það nefnilega svo skemmtilegt að þetta alveg allur aldurshópur. Já, það verður ekki bara hamborgarhryggur og hangikjöt á borðum landsmann í ár. En hvað það sem kitla bragðlaukana hjá þessum sem þyrstir í eitthvað alveg nýtt og framandi? Dræitsið úr skápnum, það náttúrulega eitthvað sem við erum að þróa hægt og rólega. Og svona vissir kúnnar sem eru aðeins farnir að gjóast og fylgjast með þessu. Það náttúrulega sjúkt ef maður horfir það svoleiðis. Það alveg mergjað og þar Árni okkar maður að selja og fræða fólk þetta. Þannig að að gera ef að vill prófa eitthvað nýtt og kynnast því að heyri í honum. Því verður ekki neitað að jólamaturinn spila stórt hlutverk við að skapa eina sönnu jólastemmingu. Lyktin og bragðið eitthvað sem rifjar upp gamlar og nýjar minningar og kemur mann í rétta skapið. Hvort jólalyktin af skötu, hangikjöti, já eða einhverju allt öðru, þá það á tæru að lyktin komin í hús. Nú með jólin koma. Já, þau eru bara á leiðinni og eiginlega bara komin. Þegar lyktin komin og hangilæri upp á borði og jólatónlistin komin á. Qasujallisarneq, timigissarneq, peqqissuunissarlu maaninuk fitnessimi ulluinnarsiutaalluinnarput. December 31 unnuap qiqqareerangat ukiortaamullu isaraangatta amerlasuut ukiortaami anguniagaqarusuttarput. Soorlu timigissariartalernerit. Jamen, hver januar så kommer der en masse nye ansigter hernede. Timigissariartartut nutarpassuit januari allartikkaangat takkuttelertarput. Soornalumi aamma timigissartarersut takkuttarlutik. Amerlasuut timigissartalerniarlutik ukiorpaalunni maangartalerniarlutik piarersaatikisarpaat januarimilu ukiortaaq atorluarlugu aallartittarput. Amerlasuulli ukiortaami timiginnaulernissamik siunartallit makkuninga atortunik atuiniartarnertik nalorsaatigilaartarpaat timersornaulernissamillu isumartik tunulliutiinnartarlugu. Ja, men der findes jo forskellige slags mennesker, der træner. Timigissariartartut asiingitsorpassuusarput. Timigissarnermik sungiussisamangitsut aallartikkaluaannarlutik qaammat ataaseq marlulluunniit timigissarieraangamik uniinnartarput qanorlu timigissassanerlutik nalulertarlugu. Vivi Fleischer timigissartartuuvoq timigissartarfimmiinnissanilu sungiusimalluinnarlugu. Ja, under Assault True Farm Runner i Maattuuvoq maskiinaangila ukutsitulli nalungerikkatitut una qungalaarpa takusinnaasatsitut maskiinaananilu tassa imaapunammina uagu aqpaleraangatta
sukkasusarpu atortarpaa nammina aaliangissaarpu qanu sukkatierusunnerluta. So. Ukiorlinutaaq aallartikkaangat aamma timigisartarnini suli pitsaanerilersikkusuttarpaa. Anguniakkaassiingittuusarput soorlu annerit imaassinnaappu soorlu 3 kilo atissuara qaamati ukkuuppingasuingerlanerani. Imaluunniit squarternermi 4 kilomingaani 100 kilo muqaqirusuppunga. Oqimaannerulersillu taamaasillun. Imaluunni Asiingittorpassuusinnaaput arpannermi 5 kilometri soorlu 25 minut ataakkusuppara. Asiingittuusarput taamaasillunga amma arlaa angugaangakku piumassusinninnerusarpunga suli anginernik anguniakkanik inissiinissami. Ukiuminutaami timigissartalernissamik eqqarsartut timigissartarfimmiinnissartik ilaasa tunnuarsimaarfigisinnaasarpaat. Taamaattumik timigissartalerusuttut Kaamattorniarlugit Vivi Fleischer internettikkut inuit attaveqatigiittarfiisigut timigissarnermut tungasunik ilitsersuisarpoq aama fitness influenceritut taaneqartartumik qanorluunniillu qasuyatigigaluaraanni imaluunniit timi qanorluunniit isikkoqaraluarpat aallartiffiseqartuaannarpoq tassami inuppassuugami ilaanalorngisut ma aama tassami fitnessimuqarnissamu ittoortut nalornisut maskiinarpassuusu inuppassuullu imma nukittoruissu akonganiinnissanamina imma imminu apeqquseqqalaarlutik taamaama ua fitness influenceritut ilaatigut social mediakkut takutissortarpakka yvilsiassiingittu sungiusariaasiassiingittu qano aallartittoqarsinnaanerso Maangali nuuk fitnessimuqarlutik timigissariartalertussat uniinartanginniassammata timigissartarfimmik piginnittoq ukiormanna iliuseqarniarpoq. Jamen i år har jeg tænkt, at vi skal prøve at lave en programlægningsworkshop. Timigissariartalertartut uniinartanginniassammata ukiormanna timigissarnissamut pilersaarsiuniarlugit eqqarsarpugut. Tässä timigissartarfimmik atuilluarsinnaanissaaannut ilinniartillugit. Taamaaliornikut aamma inuit timigissartarfinnik atuinissartik ilikkarunikku timigissartaannarnissamik eqqarsalerniassamata. Inuillu timigissartarfimmuqarlalerlaat uniinartarnerat viivip aamma maluginiarsimavaa taamaattumik aallartittartut unittoortanginnissaannik neriuppoq. Malunnartartoruissuuvoq soorlu tissimparimi imma akunnalaartarpu inuimaaniittut. Januarimi takkuttarpu ikattorparparuissuit. Kiinnannutaat imma ilainalorsalaartut. Tassan ua isiinnittaasera imaanneruvoq torrak inui aallartikkusuttut. Aama kaammattornarusoqqaat januari naareeraluarpat aam ingersaqqinnissaanut. Tamakkuuppullu avannamut sanilitsinit ullummi takutissinnaasagут quyanaq isiginnaarassi ajunginniarasi